Magnússon sem lést aðfaranótt 13. Austfiskufjöllin heilsa okkur tignarlega í sunnanþeyl þegar við steðjum að sunnan og frá Akureyri á vit fólksins hér á Austurlandi. Þótt sýslumörk Norður- og Suðurmúlasýslu fylgi ekki fjallgarðinu sem skilur að Fljótsdalshérað og Austfirði, að þá verður þessum fjallgarði fylgt í skiptingu á milli keppenda í þessum þætti. Við vorum að horfa hér hátt úr lofti yfir Skriðdal til norðausturs yfir Laugin, Lagarfljót og Fljótsdalshérað eftir því sem skyggni leyfði. En nú kemur fjallgarðurinn mikli í ljós sem skilur á milli héraðs og fjarða. Þessi fjallgarður skiptir fólki hér í vitund flestra í héraðsbúa og þá sem búa niður á fjörðum, eða eins og hér málvenja, fólkið í efra og í neðra. Auk þess skilur hann á milli í veðurfræðilegu tilliti því á fáum stöðum hér á landi eru jafn oft skörp skil milli veðurs á jafn lítilli vegalengd og frá fjörðunum vestur fyrir fjöllin. Við erum hér að skima yfir firðina Reyðarfjörð og Fáskrúðsfjörð og í áttina til Stöðvarfjarðar og Breiðdals og brátt mætir okkur lág vetrarsólin sem skín til okkar úr suðri. Fjallmargir tindar og fjöll hér milli fjarðana eru milli 1100 og á 1300 metra há. Það hafa alltaf verið til reið á Egilsstöðum. Hér eins og víðar á landinu hafa sýslumenn eða fulltrúa þeirra eða aðrir sem þeir hafa hvað til haft forgöngu val keppenda. Og nú komum við yfir Lagarfljót í áttina að Egilsstöðum sem að margir spá að verði höfuðstaður Austfjarða þeirra fram líða stundir vaxandi byggð. Og við ætlum að hittast í Hótel Valaskjálf. Ég hugsa nú að firðirnir vinni. Ég nú samt frekar á firðirnir höfða. Ég vona að mínir menn vinni. Hverjir eru það? Er það héraðsbúar? Það sjálfsög. Auðvitað spá við í okkar efra. Það er blíðan hér fyrir austan, allir vegir færir og mér er sagt að verði 700-800 manns í húsinu núna á Hótel Valaskjálf. Og þá er nú eins gott að fara að flýta sér inn áður en að þetta fyllist út úr dyrum. Gott kvöld og velkomin í Valaskjálf og hér skjálfa margir því að hér verður spenna í kvöld. Það er alveg á hreinu, má ég heyra? Það er alveg fullt upp í loft, hér og hingað eru margir komnir eins og við sjáum hér og það er náttúrulega dómari vor, Baldur Hermansson og með stigagjöf Heiður Ósk Helgadóttir. Og rétt er þá að kynna gestina þó að sé stutt að fara og heyra nöfn og heimilisföng. Jóhann Hansson, Seyðisfirði. Smári Geirsson, Neskaupstað. Hrafnkell Jónsson, Eskifirði. Og þá eru það heimamenn, það er kannski rétt að taka það fram að það er svona nokkurn veginn Norður-Múlasýsla en fer þó eftir fjallgarðinum hér og þannig að Vopnfirðingar og þeir sem þar eru fyrir norðan, allt norðan undir Gunnólfsvíkurfjall áttu þar hlutamáli og þá eru nöfnin. Guðrún Arstinsdóttir Egilsstöðum. Einar Rafn Haraldsson, Egilsstöðum. Þuríður Skeggjadóttir, Geitagerði í Fljótsdal. Nú hér eru mættir hagyrðingur frá hvorum aðilum sig og það er best að fá gestinn fyrst. Já. Já, ég kynna mig á. Já, sjálfsögðu. Já. Ég heiti Guðjón Sveinsson, Mánabergi og Breiðdalsvík. Já. Og Hákon Aðarsteinsson Egilsstöð. Já, eru þið með eitthvað svona strax til að hita okkur upp bara í byrjun?
Já, ég maður reyndi nú aðeins að ná þessu í skrekknum svona með því að rétt að hafa svolítið undirbúning. Já. Annars hefur mér eiginlega ekki liðið eins illa núna, ekki liðið eins illa frá því ég reyndi að skrifa fyrsta ástarbréfið. Og það verður svolítið, það síðasta líka að rauna. Það eru hérna sko. Já. Því að ég veit ekki eiginlega hvort ég hagyrðingur raunar, en mér talið trú það. En pabbi var ágætur hagyrðingur og hann orti þessa landsfrægu vísu Ragnheiður ríður yfir mó og með látum exi koma strax. Og ég fyrir að halda það að já, þetta er landsfræg vísa alveg. En svo þegar ég setjur undir ljósunum þá bara ég uppgötaði allt og seint. Ég eithelst skálda hetja en fíblum oft og fer í lengt á forræðin skal etja. Jæja, Hákon. Já, það nú, ég þjókstartaði nú eiginlega aðeins á þessu þegar að var verið að safna í liðin. Það var dálítið skemmtilegt því að þeir sáum þetta fulltrúarnir úr Norður- og Suðurmúlasýslu og í Norðurmúlasýslu þar var hann látlaust í mánuð að ná saman liði en fulltrúin í Suðurmúlasýslu svona rúman klukkutíma. Og ég var að hugsa hvað þetta verið skemmtilegt, hvað þetta verið mikið meira drífandi fulltrúi í Suðurmúlasýslunni, en svo komst ég nú að því að það var ýmislegt spilað inn í þetta. Þetta er kona sem er fulltrúi í Suðurmúlasýslu, en það sérstaklega einlega, það eru eintómi kallmenn sem eru í því liði. En ég setti saman nokkra vísur um þetta sem að þetta kemur fram nefnilega mikið víðar heldur en í þessu eina tilviki. Hvað er gott að hafa svona fulltrúa. Víst er lífið taumlaust tál, ég tek sem dæmi vandamál, sunnmýlingar hefur hend, þeir hafa á refilstigum lend og vilja flestir eitthvað af sér gera. Tindilfættir taka sprett til að komast fyrir rétt, játa allir eins og skota allskins glæpi og lagabrót og hvergi af neinum skálkabröðum skera. Yðurinn sönn úr augum skín, allir muna lögbrot sín, mál sem voru mörgum gleymd og miglunir í skúffum geymd, þeir hafa látið upp á borðin bera. Fegnir, fegin vill hver forhert sál fá að játa sakamál, virðist æðsta ósk hvers manns yfirheyrsla fulltrúans, já svona eiga sýslumenn að vera. Já, þá ættum við kannski bara að byrja á alvöru lífsins og það er búið að draga það hverjir eiga að byrja og það eru fjarðabúar eða þeir í neðra eða hvað við höfum að kalla það sem byrja. Er það ekki málvenja hér annars? Jú. Allt í lagi með það? Já. Þeir eru bara hreyknir af því? Já. Og ég sé það, þetta er eitt kaupstað með hver með sinn fulltrúa, það hefur verið einfaldast. Er ekki svolítið ríkur á milli? Nei, algjör samstæða. Alveg liðið tíð. Já. Við erum sammála að vera móti héraðsmenn. Þið eru sammála það? Já. Það er nú ekki neins smá sammenning sem það kemur. Og þá er það fyrst hraðspurningar. Fyrri hálfleikur er að hefja sem sagt. Og það eru hraðspurningar, þið hafið 5 sekúndur til að svara hverju spurningu og ef þið getið ekki svarað þá héraðsbúar 3 sekúndur til að svara hinni sömu spurningu og þá byrjum við. Fyrsta spurning. Hvaða þingmaður hefur farið með hlutverk í kvikmynd eftir Hrafn Gunnlaugsson? 3, 4. Ekki kom svar með því. Hjörleifur Guttormsson. Hjörleifur Guttormsson, segir Guðrún, það er alveg hárrétt. Okkar á milli hittaþungu dagsins. Jæja, með þessu austfirðingur. Þá kemur önnur spurning. Seinheppinn prestur var handtekinn af lögreglunni í Reykjavík aðfaranótt 19. janúar 1950. Hvað var honum gefið að sök? Fyrir að liggja á gæjum. Fyrir að liggja á gæjum, það er alveg hárrétt. Þá kemur þriðja spurning. Það er kona. Hún var orðin heimsfræg leikkona, barn að aldri
og nánast dró sig í hlé 10 ára gömul, en á efri árum tók hún að sinna stjórnmálum, og hver er hún? Shirley Temple. Shirley Temple, alveg reitt. Ekta spurning fyrir ykkur, það er bíóin sem hafa alltaf náttúrulega verið vinsælust þegar þið voru strákar. Jæja. Og þá kemur fjórða spurning. Hver vann sér það til frægðar að stökkva 16,26 metra í þrístökki á Ólympíuleikunum í Melbourne? Vilhjálmur Einarsson. Vá, ég alveg á reitt. Og svöruðu allir því, það er bara þrístökki hjá okkur. Þrístökki orð þetta. Þá kemur fimmta spurning. Hver sagði þessi fleygu orð? Það getur engin sameina þjóð sem býr til 265 tegundur af ostum. 3, 4. Sverrir Hermannsson. Já, það hefði ekki rólið þörfum. Jæja, þá komið þið. 1, 2. Ég veit ekki hvað svissi þetta var. Nei, þetta var De Gaulle. Já, já. En þeir eru kannski svo ólíkir, Sverrir og hann. Þá kemur vita lengra nefi sínu. Þá kemur sjötta spurning. Hverjir voru hinnir knáu synir Droplaugar Þorgrímsdóttur? Helgi og Grímur. Helgi og Grímur, það er alveg hárið eftir aðkvæmdu. Já, þið er ekki alveg heima með hérna greinilega. Látið bara heyra í ykkur á móti þegar það svona kemur. Já, já, já. Í veðurfræðinni er til fyrirbrigði sem kallast fönvindur. Hvað heitir það fyrirbrigði á íslensku? Hnjúkaþeyr. Það er alveg hárið. Þetta kannist þið við í vestanáttinni hérna. Já, já, já. Þá kemur áttunda spurning. Hver var það sem steig í vænginn við Letu hina grísku eiginkonu Tyndarisar? 4. Hektor. Það var ekki rétt. 1. Var ekki Svanur nokkur? Já, þetta er ekki rétt. Það var ekki Svanur Pálsson, ég veit það. Já, dómari. Þetta telst ekki fullkomið svar fyrir mér, þetta var Seifur í Svansvíki. Sko. Já, sko, þetta næri ekki alveg, sko. Þetta er svona eins og að vera með önd, en það er þá Davíð Oddsson í Andarvík. Þá kemur nýjönda spurning. Hvaða litir eru í þjóðfána Ítalíu? Það er rautt, hvítt og grænt. Það er alveg hárrétt. Góðan. Og þá kemur 10. spurning. Í hvaða sögu er greint frá valmenninu Óla í Fitjakoti? Förbörsinni. Förbörsinni, það er alveg hárrétt. Jæja, héraðsbúar, þá komið það ykkar. Þá er fyrsta spurning. Hver var það sem hló svo eftirminnilega við skáldinu Páli Ólafssyni? Sólskríkjan. Sólskríkjan, það er alveg hárrétt. Það er ánægð með ykkar menn. Þá kemur önnur spurning. Hvernig byrjaði dagurinn á Seyðisfirði þann 5. september 1942? 3, 4. Sprengjuárás. Þetta rétt slapp. Það er rætt slapp. Sprengjuárás, alveg hárrétt. Muna Hársbrið. Jæja, þá kemur þriðja spurning. Hún hóf glæsilegan leikförul, 12 ára gömul. Hún þótti fögur sem Kleópatra og giftist sama manninu tvísvar. Og hver var hún þessi? Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor, alveg hárrétt. Þá kemur fjórða spurning. Hver var það sem tók á sig rögg og lyfti 315,5 kíló með réttstöðu lyftu þann 1. nóvember 1980? Skúli Óskarsson. Skúli Óskarsson, alveg hárrétt. Þá kemur 5. spurning. Hver sagði þessi fleygu orð og meinti þau? Látið okkur fá áhöldin og við skulum ljúka verkinu. 4. Þið. 1, 2. Jón Sigurðsson. Nei, það var, þú varst nálægt í, sko, þetta var Jón Sigurðsson þegar að breyta, það er að segja Winston Churchill. Það var kannski ekki mjög nálægt í hann. Give us the tools and we will finish the job. Við gerum þetta frummálum næst, sko. Hvað, já? Kannast ég á frummálunni? Já, það var nefnilega það. Já.
En það, við getum ekki breytt því. Og þá kemur 7. spurning, hver var hinn harðráði húsbóndi Einars Þorbjarnarssonar? Hrafnkell Freyskóði. Hrafnkell Freyskóði, sagði Guðrún, og það alveg hárrétt. Þá kemur 7. spurning, hvaða vindátt það sem í daglegu tali kallast útsinningur? Það er suðvestanátt á Suðurlandi. Suðvestanátt, það alveg hárrétt. Það eins nákvæmt svar hægt að hugsa sig á Austfirðingi, en þetta miðast við norska aðstæður og það eins á suðvestanátti. Hvað kallið þið suðvestanáttina? Ekki útsinning? Nei. Kallið það landsýning? Við kallum aðalþurrskáttin okkar. Það aðalþurrskáttin, já, það nefnilega það. Það með ekkert að því að kalla það neitt, það bara að fara út. Jæja. 8. spurning, hver var það sem fór á fjörurnar við Gunnlöðu Suttungsdóttur og hvað fékk hann hjá henni? Það var Óðinn og hann fékk skálfamjöðin. Þetta alveg hárrétt. Þá fáum við þjóðfána aftur. Hvaða litir eru í þjóðfána írska lýðveldisins? 3, 4. Grænn og hvítur. Það gekk ekki. Þið? Það er grænn, hvítur og svona appelsínu. Alveg hárrétt. Þetta er eins og knattspyrnuleik. Þá er það 10. spurning og síðasta hjá ykkur. Í hvaða sögu er greint frá kappanum Langa Jóni Silfra? Það er í Gulleyjunni, er það ekki? Já, Gulleyjunni. Gulleyjunni, og það er alveg hárrétt. Og áður en við sjáum stöðuna skulum við fá myndirnar. Tvískiptu andlitin, og það eru fjarðarbúar sem byrja þar. 2 menn. Og nú er hafa góða þögn í salnum á meðan við virðum þetta fyrir okkur, bæði heima og hér. 2 andlit. Já. Þeir eru bara konum með þetta, hvað segir þetta sé? Hjörleifur Guttormsson, Halldór Ásgrímsson. Þetta er alveg hárrétt. Hjörleifur og Halldór. Og við skulum bara ganga og skuggum þetta. Göngum og skuggum þetta með því að sjá hvernig þetta breytist. Já. Þannig kemur hvalurinn og kafi. Jæja, héraðsbúar, þá fáið þið ykkar andlit. Og Vilhjálmur Brekkuðum. Það er ekki Egill Jólfsson og Vilhjálmur Brekkuðum. Þetta er alveg hárrétt. Vilhjálmur Hjálmarsson og Egill á Seljavöllum. Nú og þá var að líta stíginn, Heiður Ósk. Já, við skal líta mennina fyrst. Já, þarna kemur hún. Lindamenn. Þarna ferðu upp brekkuna og þarna, já. Þá erum við búin að sanna það sem sanna átti. Nú, en hagyrðingar, hafið þið eitthvað? Já, við erum kannski að fá stöðuna fyrst. Fá stöðuna, já. Heimamenn héraðsbúar eru með 11 stig en fjarðarbúar með 10. Þetta munar nánast engu. Hvað segir þið þetta, hagyrðingar? Þegar vetrarstormur stenur, hann stundum fyrirvaralaust á denur, kemur austur, elsku venur, með öll þín miklu sköll og renur. Ég verði að fá frest. Hákon? Nei, mér datta í hug þegar hún lét sig ganga aftur hérna í gólfið. Spenningurinn magnast mikið og margir lenda yfir strikið. Því mun fylgja þungur kraftur þegar Ómar gengur aftur. Og þá er komið að skemmtiatriði frá héraðsbúum, það er Refur bóndi frá Kaldbak. Já, gott kvöld. Ég heiti nú reynda Refur bóndi frá Kaldadal, en það skiptir nú ekki máli. Það er nú alla hægt að kalla mig bónda öllu lengur. Þessir reðuveiki spekjulantar hérna í Reykjavík, þeir eru nú búin að skera neður þau með allan bústofn, þannig að þetta svo skiptir nú ekki máli. Og þetta er alltaf verið að horfið nema kannski kötturinn og kjærlingin. Ég veit ekki hvað er verið að búin að gera þegar ég kem heim.
En það þýðir nú ekki það að við gefumst upp þá móti blásið þarna upp frá, nei skal ég segja ykkur, við erum nú ansi harðir í horn að taka því að skipta og nú það bara heimilisiðnaðurinn sem blífur og þar gengur mikið á get ég sagt ykkur. En það aðal vandamál hjá okkur þarna þegar við erum svo langt í burtu að það gengur svolítið illa að markaðsetja framleiðsluna og svo náttúrulega vill þetta rýrna þegar þetta geymist lengi en þetta nú svona. En mér langar svolítið til að leyfa ykkur að heyra hvernig svona, hvað við erum að gera og dunda okkur þarna upp frá. Það er eins að syngja fyrir ykkur smá brag þetta. Þegar leggja á í landa gerða maður, tekur slátur pottinn traustataki og hann tappar vatni í. Yfir eldinn pottinn set ég, áður hitastigið met ég. Cirka 10 kíló sykur set ég næst þar ofan í. Og þegar öllu þess lokið á að hrærum stund og kæla, einar 8 skeiðar ölger þá rétt að taka til. Yfir öllu vel skal vaka og vitanlega hrist og skaka. Út greið á hverju kvöldi og geyma hann í góðum yl. 14 daga láttu líða, lag þá að sía mjöðin. Taka þarf úr tunnu sponsi, trúðar þetta mikið puð. Gumsi þarf að gerja meira, gott að leggja kútnum eira. Ef að allt þar í lagi, átt að heyra lágvært suð. Þokkalega þetta gengur þegar boblar ekki lengur. Þá tíma tapp á flöskur eftir tradisjón og skikk. Yfir stútinn létt þú lakkar, laumulega áður smakkar. Þetta sko í fína lagi, fyrsti flokkur selst á slikk. Já, og sá sem að lék þetta hlutverk Refs bónda var Ágúst Ólafsson frá Egilsstöðum og áður frá Borgarfirði eystra. Þá skulum við bara skella okkur í hlauparspurningar, það eitthvað, það bjargar sér bara á hlaupum. Og já, þið ætlaði að hafa þetta svona, ætlaði þurrir að hlaupa. Ekki aldeilis. Nó, það er bara skiptum, ha? Það er úr og ofan. Nei. Fer nú að æsast leikurinn. Þetta taktík, eins og bara í fótboltanum. Þá koma hlaupaspurningar og þær eru þannig gerðar að þessu sinni að lausnir þeirra ferast í nöfnum. Þetta svona eins konar nafnaþrautir í léttum dúr. Og þá það fyrsta spurning. Við spyrjum vinsæla hljómsveit sem hefur þann eiginleika að ganga undir ýmsum nöfnum. Þegar kallið kom þá fór hún strax til Kínaveldis. Hún á... Jæja, hvað segir þú, Hallgeir? Ég held að þetta hljóti að vera stuðmenn. Þetta stuðmenn og það alveg hárrétt. Ég hef ekki séð þarna neitt. Þetta heitir að skemmt undir borðum. Ég sendi Guðrún í næstu hlaup. Þannig að senda Guðrún í næstu hlaup hérna. Nei, ég gerði það ekki, þá komum við ekkert aftur. Já, hérna, það ekki áður logi, Hrafnkell, þú ert harður. Ég skal segja það er alveg sama með hvernig þú spilar. Jæja, meira segja hallast þetta til þín, sko. Þetta verður að vera nýfjamt, þetta mátti engu muna. Það er rosalegt alveg. Jæja, þá kemur nafn. Nafn þessa mann sem mér spurt þýðir eiginlega Guð hinna dauðu og á það engar vel við hann.
Það má eiginlega segja að ævi hans hafi endað þar sem þessi þáttur byrjar. Hann var lánsmaður framan af ævi, en svo var hann fyrir því óláni að fara í græna treyju. Valtýr, þetta er alveg rétt. Valtýr er unnið þeir. Svei mér þá! Ég hef ekki séð hann þessu átök, það var ómögulegt. Er hann bara ekki ómögulega nála? Já, þetta var alveg rosalegt. Þú ert handsterkur líka. Og mann myndur vel að endurtaka svarið það því að það ekki... Já, svarið var Valtýr á grænni treyju. Það fórst alveg fyrir, það var svo mikill spönnur í salnum. Yfir þessari frábæru frammistöðu Jakob og þeir eru mjög harði báðu tveir. Ég hef ekki séð þessu, jæja. Þá kemur trú, við spyrjum spendýr. Baleroptera acutostrata. Já. Viltu fá það ensku? Heitir þetta á latínu. Nafn þessa spendýrs á íslensku er einnig nafn ágætrar en ógæfusamrar konu. Þetta spendýr er hið mesta friðsemdarskepna og það kom mörgum á óvart þegar einn ráðherra landsins fór að kvarta yfir því að hún æti mikið. Spendýr þetta lifir í sjónum og dregur heiti sitt af hrafni. Hrefna, það er alveg hárið. Þetta var rosalega. Þetta munar alltaf bara... Hæ? Já. Jæja, þetta er það jafnasta sem við nokkuð tíma séð í þessu hlaupaspurningu. Þetta er rosalegt. Ég efast að Vilhjálmur Einarsson hefur verið fljótari þegar hann var upp á þessu besta. Jæja, þá er spurt aðra skepnu. Nafn sitt dregur hún af heimkynnum sínum og það yrði fleirum en ráðherrum bylt við ef við sæja hana nálægt sér, þessa skepnu. Heimkynni hennar er 52 ferkílómetrar að stærð og þessara skepnu er fyrst getið í heimildum árið 1345. Ekki hefur þótt beinlis eftirsóknarvert að rekast á þessa skepnu, en vilji mér sjá hana er vænlegast til árangurs að rölta í rólegheitum hérna upp með fljótinu. Samgæð! Það er Lagarfljótsormurinn og það er alveg hárrétt. Já. Ástæður ef það gengur illa, ég með tyggjóneðin í skónu. Með tyggjóneðin í skónu segir hún það þess vegna sem var. En það sé bjargaði því að núna var Lagarfljótsarmurinn. Jæja, þá kemur síðasta hlaupaspurningin. Þetta er mestu keppnismenn sem ég séð. Við spyrjum frægan mann. Nafn hans er af útlendum uppruna og tengist það nafn virðulegu konungakyni. Hann er fæddur 16. júní 1914 og þegar nafn hans er nefnt kemur mörgum í hug myndin af honum sitjandi vígreifur í sjónvarssal takandi af sér gleraugun. Tóki Lúðvík. Það er Lúðvík, já. Það skildi þó aldrei vera. Segir það. Jæja, Heiður Ósk, staðan eftir þessa rosalegu keppni. Já, eftir að Einar tók tyggjó undan skónum að þá náðan inn 2 stigum fyrir Héraðsbúa og þar af leiðandi eru liðin jöfn með 13 stig hvort. Nú og þá er komið að skemmtiatriði frá Fjarðarbúum. Það er Friðmar Gunnarsson frá Tungu í Fáskrúðsfirði sem flytur hér pistil. Gjörðu svo vel. Ólíginn sagði mér, segi gamalt máltæki, og ég kent við Gróa á leiti. Að vísu Gróa allmjög við aldur, en þó enn í fullu fjöri, og Grói lofið lítt ég spara, ég lasta hann ekki kann, en mikið er fim að fara frjálslega með sannleikan. Ég hitti Gróu á förnum vegi og var henni mikið niðri fyrir. Hún laut að mér og sagði: það var vittleys að láta hana Bryndísi borga
bænda framleitan mat meðan Jón var að dorga atkvæði handa sér út allt. Eldast við fólk og gengi svo valt, það mikið hvað maðurinn þolir. Nú hann Guðmundur galinn, það gjörla ég sé, þó vel sé hann alinn, öreigum vill hann nú saman safna og segist hann í kjörin jafna, örbyrðin hverfi fjölgi hann flokkum. Framsókn vill ekki ógöngur rata, nú elskar hún sjálfstæð og líka krata. Steingrímur flest nú stakur við, starir í hrifning á sambandið, forðast sem eldinn í freistni að lenda, með flokkin sinn opinn í báða enda. Þorsteinn löngum samur við sig, ég segi nú barasta fyrir mig, að aldrei myndi hann fólkið fæla úr flokknum sínum, ég skattsvikum hæla, með klókindum umgengst hann krata lið og kænlega brosir í munnvikið. Helgason Jón höldur glaður, ég held hann sé alveg einstakur maður. Hann segir landsæg létt að bjarga, láti hann alla bændur farga, og heldur bjástri þeir búskap við, sé best að þeir fari í sláturhúsið. Ólafur víða fer með friði, hjá framandi þjóðum nemur þá siði, sem hér nýir það sumir segja, að svoldar orustu muni hann heyja við alla í eigin liði. Það skildi enginn að því finna, þó Albert sé gróinn sára sinna. Að bæjast frá honum borgara sennur, nú brýtur hann ekki lengur tennur. Hann heyrðir aldrei tildur né titla, talinn vinur mannsins litla og öllum betri að eigin sögn. Mér sagðar konur klárar, á kvenna lista aldrei sárar, þær ýmist horfi austur og vestur, athugu kosti, hver sé nú bestur og segjast selja sig dýrt. Ekki má ég þjóð mín að þreyta, né þvæla lengi gengi sveita. Ég heyra ráðherra fjármála fróður, sé farinn eiga sér skoðana bróður. Hann sagði daginn sjálfum glaður, ég svíkst ekki í verki maður. Vestmanneyinga vanda við leysum, ég virði þá best í lopapeysum. Offramleiðslu á einu bretti, ég afnem og síðan þjóðarhag rétti. Prósenta útsvars engin vandi, né útkjálka byggðir á voru landi. Álagning skatta fer upp eða niður, almennt helst það góður siður. Ég húsnæðis ráðherra hressi við og hávaxta kjör komast aftur á skrið. Gróa þagnaði nú og leit á mig óræð á svip, mér sýndist í augum hennar vera eitthvert kímilegt blik. Síðan sagði hún mjúk í máli, það ósköp ljótt að ljúga. Ég læt menn ráða hverju menn trúa, ekkert hef ég unnið til saka og ekki tek ég eitt orð tilbaka. Já, við þakkum skemmti kröftum og áður en við heldum lengra áfram langar mig aðeins til að tala við héraðsbúa enda eiga þeir nú næstu hraðspurningar. Þetta vakti athygli mína þarna áðan, frábær frammistaða þeirra hér og það nú státtið skemmtilegt Guðrún að manni finnst nú eiginlega að vera sama liði báðum megin því þú ert móðir hans Hrafnkelsins ekki? Jú. Og þú lærið mikið yfir því og hefur hann alltaf verið svona harður falið frá því hann var smá patti? Já. Alltaf? Já, já. Þetta mikið harðleiksfólk og svona fylgir sér og bara þið getið fyllt heilu spurningasveitirnar sitt hvoru megin alveg eins og ekkert sé? Já, það nú bara tilviljun. Það bara tilviljun, já. Og síðan ertu með skildmenni þarna sem Hagabing, það það ekki? Það ekki bróðið? Jú. Já, það Hákon. Við fengum bara að vera með þessu rýður. Það nefnilega það. Ertu með kannski fleiri í salnum? Ertu kannski með helmingir af salnum líka? Nei, ég játaði ekki verið fyrir ég vissi að þurfir og einar voru. Já. Jæja, þetta er þetta skemmtilegt en mér langar til að spyrja þig af því að hann
fór þarna undir borðið á hann. Langar bara til að spyrja þig, ég var bara ekki orð eins og fjölluð kona út í sal og undir borð, er hann alltaf svona? Hvað segja hagyrðingar voru núna? Já, mér datt nú í hug þarna þegar ég sá á eftir undir borðið, sko. Já, var það ekki? Veður geta skipast skjótt skammt en milli lífs og dauða. Hittnar bæði hratt og skjótt í hansi tveggja bjöllusauða. Þú með eitthvað, Guðjón? Já, ég var nú festist og heldur þegar þeir jöfnuðu hérna leikinn. Já. Nú hörð er viður eignin, er á nóg að taka. Huga hraðir fjarðamenn hér hann að verða baka. Nú, þú varst að ljóða á mig þarna áðan að það kostar svar. Og það er svona, þú ert klár og þú ert snjall, þú ert fjári sleipur, mitt hár og andlisfall fyrir þeim með dárn ég fleipur. Og af því að ég vona bara að þú haldir áfram á saman brauta, þá vil ég kveðja þig með þessu þá að sinni. Þegar vandi þjakar mig og þvagli blandast að gjálfur, þá kemur andin yfir þig eins og fjandinn sjálfur. Ég vona. Eigum við að byrja á alvörunni, geymum þetta aðeins. Héraðsbúar, þið eru fyrstir og nú er það hraðspurning á seinni hálfleikur, 5 spurningar vega þyngra og 2 stig fyrir rétt svar. Og þá kemur fyrsta spurning, hvaða ríki sendi hersveitir á vettvang í desember 1979? 4, 5. Ísrael og Entebbe. Ekki er það alveg rétt, en þetta er ekki björna spurning, þetta er allt í lagi. Eru þið með? Já, Bandaríkjamenn sendu her til Granada. Þetta er heldur ekki rétt. Grenada. Nei, þetta er nú rússar sem sendu herinn í Afganistan. Jæja, það mátti reyna að senda her eitthvað. Þá kemur önnur spurning, hver þýddi á íslenska tungu skáldsöguna Vaðlaklerk eftir Sten Stensen Blücher? Gunnar Gunnarsson. Gunnar Gunnarsson, alveg árið þetta fyrir því. Og þriðja spurning, Vestfirðingar eiga vist fræknustu sundkú samtímans. En hvað hét Uxi Grímsbónda í Vopnafirði sem synti á haf út? 3, 4. Brandakrossi. Brandakrossi, Brandkrossi, þetta er alveg rétt, þetta verður að skoða sér rétt svað hjá þér. Jæja, þá kemur fjórða spurning, föstudagur 13. þykir mörgum vofveiflegur dagur. Og hvers konar vágestur var það sem gerði fyrst vart við sig hjá séra Jóni Oddssyni á Hjaltastað í útmannasveit föstudaginn 13. janúar árið 1750? Hjaltastaðafjandinn. Þetta er alveg árið, Hjaltastaðafjandinn, æsladraugurinn. Þú bara hefur að náðu þarna og það svara báðum með við öllum rétt. Lína menn á hreinu, sko. Já. Þá kemur 5. Undir hvaða nafni þekkjum við betur Giovanni di Bernardone, kaupmannssonin sem afsalaði sér ríkidæminu en gekk berfættur í grábrúnum kubli með kaðalspottaði mittið og talaði til fugla og dýra? Frans frá Assisi. Frans frá Assisi, alveg árið. Heilagur Frans frá Assisi. Jæja, Garðabúar, þá er komið að ykkur. Og það er fyrsta spurning, hvaða þjóðum laust saman í aprílmánuði 1982? 3. Íran og Írak. Nei, það var ekki rétt og þá fáið þið 3 sekúndur. 2. Það voru Bretar og Argentínumenn. Jæja. Önnur spurning, hver þýddi á íslenska tungu skáldsöguna Slagur vindhörpunar eftir William Heinesen? Þorgeir Þorgeirsson. Það er ekki rétt. Þið fáið 3 sekúndur. 2. Og það kom ekki heldur, það er Erla eða Guðfinna Þorsteinsdóttir.
Það kannski rétt að taka fram að Þorgeir þýddi trúlega þessa sömu bókan undir allt öðru nafni. Jú, það er hann, já. Þá kemur þriðja spurning, hvað hét maðurinn sem banaði þiðranda geiti síni? Ásbjörn Vegghamar. Það er ekki rétt. Þið fáið 3. Það hét Gunnar. Gunnar, þiðranda bani, þetta kom hjá sitt í góra lagi, þetta er rétt. Það eru þingri. Þá kemur 4. Kringum árið 1830 lagði reykvískur silfursali kallaður Guðmundur í Grófinni upp í heldur endasleppan viðskiptarleiðangur. Hvar endaði ferð hans? Við Jökulsárbrú. Við Jökulsárbrú, já, þetta er alveg á rétt. Það er hjá Fossvöllum. En það er talað að bóndinn á Fossvöllum hafi mistan. Þetta er nú óstaðfest slúðursaga. En þú kunnir hann aðra ekki? Hún er óstaðfest fyrir því. Já, ég skil. Jæja, en þú finnst rétt fyrir þetta, svo þetta er alveg glæsilegt að þú tekur bæði staðfest og óstaðfest eins og ekkert sé. Þá kemur 5. spurning, hvað hét konungurinn sem er frægur í sögunni fyrir hugprýði, vopnfimi og glæsileika? Á 10 ára valdaferli var hann í stanslausum ófriði, meðal annars gegn föður sínum og dvaldi samanlagt skemur en 6 mánuði heima á Englandi. 3, 4. Ekki náðist það. Vilhjálmur Bastarður. Það var ekki rétt, þetta var Ríkharður Ljónshjarta. Æja, við skulum gefa það gott kaff fyrir þetta og sjá stöðuna hjá Heiði Ós. Já, eitthvað hallar nú undir fæti hjá Fjarðarbúum, þeir eru með 17 stig en Héraðsbúa með 21. Jæja, Hákon, hvað segir þú um þetta? Nei, ég var að veltaði fyrir mér áðan þegar út að telja. Já. Að þá kom þetta oft er hverful lífsins lukka láni takmörk sett, Ómar telur eins og klukka, ætla hann gangi rétt. Jæja, þetta hafði Hákon þetta að segja og ég ætla ekki að neitt að andmæla þessu. Það verður bara að koma í ljós. En þá koma bjöllu spurningarnar og nú eru 5 stig á spurningum svo þetta getur sveiflast í báðar áttir. Það er að segja, ef að menn eru alveg með þetta á tæru í upphafi þá geta þeir náði 5 og síðan 4, 3, 2, 1 og jafnvel 0 ef það kemur á seint. Bjöllu spurningar, allir tilbúnir. Já, 3 hendur á gegnum hana. Jæja, þá kemur fyrst. Ég er spurningar. Ég er heimskunnur félagsskapur. Engar öruggar heimildir eru til upphaf mitt en ég tek á mig mynd eða eftir 1865. Ég er það sem kalla mætti vafasamur félagsskapur. Já. Mafían. Nei, þá megi þið ekki svara meira. Ég er stofnaður í fylkinu Tennessee í Ku Klux Klan. Það er alveg harrið. Ku Klux Klan. Þetta var Ku Klux Klan og þetta voru 3 stig sem ég fengur fyrir þetta. Nú jæja, en það eru 5 stig hverri og það eru 4 réttir. Það er 20 í pottinu menn. Ég veit að Hrafngeir gefst ekki upp frekar en áðan. Svarar þessu bara undir borðið ef í það fer. Þá kemur við að ég er af munablómsætt og kallast á latínu Mysotis arvensis. Krónuflipar mínir eru snubbóttir og heiðbláir en gulir eða hvítleitir innst við blómgínið. Ég kann einna best við... Glemm ég þig! Það er alveg hárrétt. Eitthvað styrð. Ég er aldrei sér. Virka núna, ok. Það fengur 3 stig fyrir þetta. En enn eru 15 í pottinum. Og þá kemur þriðja spurningin. Ég er í heiminn borinn árið 1847 og andaðist 1931. Sú gamansagaði sögða mér að þegar ég var 6 ára var ég sendur heim með orðsendingu frá kennara mínum þar sem að lagði til að ég yrði tekin úr skóla vegna þess að ég væri svo treg á það. Albert Einstein. Yeltsinsen.
Já, það má ekki vera um eitt svar, hvorugt var rétt, svo að þið eru búin að, þið eru dottnir út þá. 15 ára gamall hleypti í heimdraganum. Ég held að vera Hrafn á Hallgrímsstað. Ég skal segja þér það. Já, þetta var nú ekki rétt og þar með þessu loki. Þetta var Thomas Alva Edison. Jæja. Æja, enn eru 10 stig í pottinum. Þetta var 1847. Ég var fæddur. Það var með skólan sko. Það andaðist 1931. Fyrirgefðu Hrafn. Jæja, það verður að hlusta sko, hvert orð er gulls ígildi, eða 5 stiga virði jafnvel, 5 stiga virði. Þá kemur að síðasta spurningin, ég þyki gagnmerk en kannski svolítið kaldrananleg söguhetja og fróðir menn hafa lengi talið að á Austurlandi muni mín heimkynni vera. Ég hef staðið af mér útvarp, sjónvarp, myndbandafár og tölvufargan og þó að veröldin gíni við slíkum hégóma, þá höfum við upp í dölunum meiri trú á snillingum fyrri tíma eins og Magnúsi heitnum Magnúsinni frá Magnúshóum. Ég var trú mínum kaupmanni, hvað sem hver sagði, því ég var sannfærður að öll félög rauðsmýringa og framfar Bjartur í sumarhúsum. Bjartur í sumarhúsum, það er alveg harrið ekki að því. Það fengur 2 stig fyrir þetta, en þá er það síðasta spurningin og keppnismenn leggja ekki hendur í skaut, heldur á bjöllu. Árið 1936 hugðist framtakssamur maður birta sitt hvað úr fórum mínum, en svo útgáfa var stöðvuð. Eysteinn Jónsson. Eysteinn Jónsson! Í fyrsta! Fimm stig! Ég held að hafi engin áður fengið 5 stig fyrir spurningu og svo við gefa bara Hrafn kemur. Gott takk fyrir þetta. Áður við heyrum úrslitin sem er nú náttúrulega á hversmannsvörum í raun og veru, þá er best að heyra núna í hagyrðingum vorum. Já, það er bara til tals hérna áðan að hérna skildleika fólks hér. Já. Nú, dular fullt að daldið er, en dóm það í fellaskal, þegar í þessum sveitum hér er 3. hver maður Hrafnkelsdal. Og svo sýnist mér nú aðeins hafa hallað á okkur jarðamenni það ekki? Jó, það hefur hallað svolítið hjá okkur, já. Og þetta er náttúrulega taugarnar ekki í bestu lagi. Tvillaust hef ég taugakast, tekur í kvið og nára. Herran góður, haltu fast í Hrafn til Jóa og Smára. Hákon. Já, mér datt nú hér núna síðustu lotu, þá gekk þið nú hálf illa fjarðamönnum. Hjá þeim lýsir furðu fátt, frægða ljóma sönnum, ekki svífur andinn hátt yfir fjarðamönnum. Jæja. En það var út af þessu þarna sem hann var að segja hann hérna að það veri 3. hver maður úr Hrafnkelsdal. Já. Og það er náttúrulega má segja það sé dálítið hérna af þessari ætti eins og varst nú að tala áðan. Og datt mér þetta í hug. Víst er það búið að veltast í hugskoti manna að vera með ættamót, fjölskyldu stærðin að kanna. Og lausnin er komin og ljómandi er þetta gaman, loksins náðu við að breyta eitthvað saman. Og hérna einn sem ég datt í hug hérna frammi áðan. Já. Þegar ég sá hverju voru. Eflaust verður att af kappi, þegar ég var að skoða liði hérna frammi. Eflaust verður att af kappi, enginn mun hlífa sér,
en ættin mín getur hrósað happi hvernig sem þetta fer. Nú, við ætlum að afhenda verðlaun hér. Það var ekki gert síðast og vakti mikla sorg hjá börnum, til dæmis Stefáni hjá Garði í Mývatnssveit. Þau höfðu búist við konfettkassa. Við langar til að hughreysta ykkur fjarðarbúar eftir þetta sem að hér hefur gerst og segja bara þetta við ykkur. Það var sagt og alþekkt það að þeir hinstu fyrstir verða og þessa spá ei þarf að feðra að þeir í efra lendi neðra. Það hefur ósk formleg tilkynning úrslit. Já, þrátt fyrir góðan endaspekt hjá fjarðarbúum að þá kom það aðeins svo seint. Þeir enda hér með 22 stig en Héraðsbúar með 29 og það var því mikið Og hér koma þá verðlaunin, þessir stærri eru fyrir þá sem töpuðu. Þetta er konfekt og nóga og engin börn verða fyrir vonbrigðu núna á heimilum ykkar og takk við kærlega fyrir frábæra frammistöðu. Og svo sigurvegararnir Héraðsbúar, gjörðu þið svo vel. Nú það er ánvættur að sjást hvernig þið mætið í næstu lotu því að það fer svona svolítið eftir því hvernig úrslit verða annars staðar á landinu en þið komið sérst til leiks aftur eftir áramót. Nú, og Haggerðingar voru eiga síðast orðið núna, Hákon? Já, þegar maður sá nú hvernig úrslitin fór, þá verð ég nú að svona til sárabótar fyrir fjarðamenn, finnst mér kurteisi að skila þeim einni vísu. Héraðsmenn slungnir á heppninni lafa, hugprúðir fjarðamenn sýndu þó lit. Þeir vilja freka til frambúðar hafa farsæla gáfur en ómikið vit. Og það er ekki hamingju með þetta.